Síldarminjasafnið á Siglufirði eitt stærsta safn landsins. Anita Ellefsen, safnstjóri, segir erfitt að áætla fjölda safngripa. Það fari hreinlega eftir því hvernig talið Síldarminjasafnið stækkar ört. Fleiri hús eru að bætast við safnið. Anita var gestur í landsbyggðum á N4. Hún segir að það hafi í raun og veru verið heppni að síldarminjarnar á Siglufirði hafi ekki verið fjarlægðar, jafnaðar við jörðu. Jú, í rauninni, en það var þannig náttúrulega með margt, með mörg hús, það ótrúlega margt horfið frá þessum árum. Bróvaldsbrakkin til dæmis, það ekki margar söltunarstöðvar eftir, það ekki víða að finna vistarveru síldarstúlna á Siglufirði. Þannig að það í rauninni algjör heppni að hann standi ennþá að hafi verið endurbyggður. Svo nú oft grínast með það að slökkvilið á Siglufirði hefði verið ansi vel þjálfað á árunum eftir hrun síldarinnar og svona fram til 1990, því að hús voru brennd. Og þá fékk slökkvilið að æfa sig. Það var ekki tilgangur fyrir húsin enn á þeim tíma, en það eru mörg hús sem við sjáum eftir í dag. Og svo náttúrulega bátarnir á brennuna á Gamlaskvöld? Já, bátar á áramótabrennur og hlutum náttúrulega bara hent líka. Hversu margar söltunarstöðvar voru á Siglufirði þegar mest var? Okkur telst til að mest hafi þær verið 23 samtímis. En ef við teljum allar söltunarstöðvar á þessum 7 áratugum, þá eru það yfir 100, líklega 120 söltunarstöðvar sem voru starfræktar á Siglufirði. Þetta safnið allt saman þegar farið var af stað með þetta var ákveðin frumkvöðla starfsemi væntanlega. Hvað sögðu íbúarnir, var þetta ekki hálfgerð vitleysa? Jú, eflaust hafa margir verið á þeirri skoðun. Og þetta var að vissu leyti kannski svolítið löng fæðing. Strax árið 1957 eða 8 ef ég man rétt, þá var farið að tala það í bæjarstjórn, að huga að sögu staðarins og að fara að safna gripum og öðru slíku til byggðasafns. Og svo árið 1977, þá var fenginn þjóðfræðingur sem hét Frosti Jóhannsson til þess að skipuleggja þetta starf. En svo eftir að hans störfum lokið, þá gerist í raun ekkert fyrir en að sjálfboðaliðar sem að stofnuðu félag áhugamanna minjasafna árið 1989, taka málin í sínar hendur. Og það í rauninni bara fyrir þeirra tilstilli og þeirra velvilja gagnvart staðnum og sögunni að safnið eins og það í dag. Það stundum sagt að hugtaki strandmenning sé ekki til í orðabókum, en sem sagt, Síldarminjasafnið og mörg önnur uppbygging á Siglufirði, þetta strandmenning. Já. Við getum kannski sagt að mannlífið almennt á Siglufirði sé að hluta til strandmenning. Við höfum alltaf verið mjög háð sjónum, háð því sem að við fáum úr sjónum og vinnum úr sjónum og byggt svolítið okkar lifibrauð á því á nálæðinu við hafið. Hvað þýddi síldin fyrir íslenskt þjóðarbú og efnahagslíf þegar svona best var? Hún var auðvitað rosalega dýrmætt. Á bestu árunum voru síldarafurðir, þá námu þær 44% af útflutningstekjum þjóðarinnar, hvorki meira en minna. Siglufjörður núna, sem sagt, bara íbúafjöldinn, hann náttúrulega fór upp úr öllu valdi? Já, hann fór nú mest í rúmlega 3100. En á þeim tíma þótti það auðvitað mjög mikið. Þá voru Íslendingar ekki eins margir og þeir eru í dag. Þá var Siglufjörður 50 stærsti kaupstaður landsins. En svo hefur svona aðeins farið hnignandi eftir hvarf síldarinnar, en ég held við stöndum í 1200–1300 manns í dag. En söfnun gripanna og alls þess sem að sjá þarna í Síldarminjasafninu, má kannski segja að það hafi ekki mátt tæpara standa að bara bjarga öllum þessum verðmætum? Já, það má alveg segja það. Því að sem dæmi hægt að nefna það að þegar að bátahúsið kom til og þegar var farið að skipuleggja byggingu þess, þá var farið að leita að bátum sem að hentuðu sýningunni og það reyndist þrautinni þyngra að finna báta sem bæði hentuðu sýningunni og voru ekki orðnir í það slæmu ásigkomulagi að þeim í raun var ekki bjargandi. Þannig að það var ekki þannig að við getum gengið á milli og valið úr úrvali báta.